Augasteinninn er það sem er í miðju augans, eða það er að segja þess hluta augans sem við sjáum, náttúrulega ekki í miðju auganu sjálfu. En ef við horfum í augasteininn, þá er þetta lithimnan hérna, svo augað hérna í kring. Augasteinninn, hann tekur við ljósinu sem að kemur inn í augað. Utanum hann er sjáaldrið sem að stýrir því hversu mikið ljós kemst inn í augað. Þannig að passlega mikið ljós sé að fara þarna inn. En ljósið fer svo í gegnum augasteininn, sem er nokkurs konar linsa, brýtur ljósið upp og varpar því reyndar á hvolf aftur í augnbotninn. Þetta gerist þannig ef við horfum á augað eins og það birtist okkur svona með þversniði. Ef augasteinninn er hér og þá kemur ljósið hérna inn, svo brotnar það og varpast hérna aftan í augnbotninn og þar eru skynfrumur sem safna saman upplýsingunum hvort það sé að koma ljós og hvernig ljós og sendir upplýsingar til það eftir sjóntauginni sem liggur til heilans. Ef að augasteinninn er ekki alveg svona í laginu eins og hann ætti að vera, þá getur myndin varpast í fókus annarkvort hreinlega hérna fyrir framan skynfrumurnar eða fyrir aftan, þá maður sýnn eða fjarsýnn. Og þá þarf að nota gleraugu til þess að breyta þessu ljósbroti þannig að þeir falli í fókus á réttum stað. Eða það sem er hægt að gera í dag, að það er hægt að fara í skurðaðgerð eða svona leyseraðgerð. Þá er skorinn af hluti af augasteininum til þess að laga lögunina þannig að hann virki í raun rétt. Og það virkar í flestum tilfellum. Það er vísu erfiðara að bæta við hann ef það er það sem þarf að gera. Þannig að það er ekki hægt að fara í leyseraðgerð við hvaða sjónskekkju eða villu sem er.